Sæl, velkomin í þáttinn. Heyrðu, já, ég verður að biðja ykkur að lesa ekki ævintýrið um Rauðhött og úlfinn svona næsta klukkutíman. Ég nefnilega að þvo af henni og úlfinum í leiðinni. Býtu, í hverju ætli úlfur sé með að ég að þvo á hann? Ætli hann sé kannski hlaupandi allsbjör gangan? Vinn. Nei, ég segi nú svo. Þetta nú við. Hvernig það eru allir þessi sokkar ósamstæðir? Já, við erum ósamstæðir og við kunum líka tala eins og skotnir. Býtu, fyrirgeðu vinnur, brá þér það? Æ, góði, þú gerðir þetta viljandi hana, fótboltabillaðinn. Nörd. Hvernig er það? Er allt lífandi hérna inni? Nei, ég held að ísskápurinn sé það ekki. Ég er ekki með þetta ískáp. Ó, já, þá er allt lífandi hérna. Býtu, eru þið líka svona ævintýrasokkar? Nei, við erum ósköpvenlegir táfýlusokkar. Allavega hún. Er það ekki neitt? Nei, hér eru allavega allir ósamstæðu sokkar landsins samankomnir í einni skúffu. Já, við erum sokkarnir sem hafa týnst í þvotti. Já, heyrðu, ertu nokkuð með þvottavélina að opna hérna? Nei, hún er nokkuð. Já, gott. Okkur er ekkert sérstaklega vel við það apparat. Það var nefnilega í þannig vítisvél sem ég týndi bróður minn. Og ég systur minni. Já. Hei, Já. heldur hún gæti verið hann í sokkarhúni? Hún er alveg eins og ég. Nei, það á enginn svona asnalega tigglasokkar lengur. Býtu, hingrið augnablik, leiðu mig bara aðtuga. Það er enginn eins og ég. Hvað er þetta? Er hann að guppa út þessu sokk? Þetta geti tekið smá tíma, hingrið bara að. Ég er týndur, ég er einn. Finnur eitthvað? Nei, því miður, enga eins og ykkur, sko. Ó, jæja. Þú lætur mig bara vita þegar þú rekst á hana systur mína. Já. Þú mátt endilega koma með hann hingað, það verður svo einmannlegt hérna oft á tíðum. Einmannlegt þarna manni, býttu, er ekki fullt af öðrum sokkumandar sem þú getur talað við? Sagði það sem ég held að sagði. Tala við hina sokkana, þessi var góður. Það gengur ekki upp, við erum ekki eins. Býttu, er það ekki allt í lagi? Haltu áfram að leita. Ég hef eiginlega ekki tími í þessa sokkaleit. Ég var enn eftir að hjálpa skónum og svo fyrir klukka, örugglega að vakna. Hei, hér er rauði sokkur. Hvar er ég? Hvar hef ég lent? Í hvað hef ég komið mér? Í þetta sinn er enginn hér, enginn sem getur bent einmana prinsessu aftur á stíginn sinn. Er Rósalind stödd í réttu ævintýri eða ráfað hún eitthvað út víðan bæ? Hvenær ætli veslings Rósalind rati rétta Æjæj, hver liggur þarna? Er þetta froskurinn sem ég á að kissa? Ha? Ég vissi það! Þú ert prinsinn! Nei, ég er húsvörðurinn. Nei, þú ert froskurinn sem breyttist í prins að ég kyssti þig. Nei. Ég hef aldrei verið froskur og það er þessi prins. Ég er húsvörðurinn hér á ævintýraganginum. Oj! Ha? Ertu músin? Nei. Það er mús sem er húsverðurinn á ganginum, ég veit það alveg. Ég veit, hún er farin. Ég er tekið við sem nýju húsvörðurinn. Í alvörni, spurðu bara skóna. Skóna? Já, þeir geta, strákar, segið henni það. Segið henni að ég sé tekið við sem nýju húsvörðurinn. Sólmundur,
Reimar? Þeir heita það sko. Já. Klukka, þú getur sagt henni það, ha? Segðu henni ég sé tekið við. Klukka. Heyrðu, þetta er allt í lagi. Ég finn bara út úr þessu sjálf. Passaði! Almáttugur! Æ, prinsessa. Vaknaðu. Nú vil ég pottþétt skammaður. Prinsessa, ég veit ekki einu svona hvað þú heitir. Prinsinn minn. Nei, en þá húsverðurinn. Já. Vá. Ertu viss að þú sért ekki prins? Nei, ég held ekki, sko. Ég heiti Rósalind og ég er prinsessa. Sæl og blessuð, Rósalind. Já, fyrirgefðu. Sæliðar hátign. Já. Gjörðu svo vel. Hvað segirðu, ertu prinsessa? Já, og bráðum verð ég drottning. Já. En ég veit ekki alveg hvenær. Nei. Ég er svo hræðilega sorgmætt. Nú hvað? Ég er búin að vera að leita að þjónunum mínum í marga daga, en ég finn þá hvergi. Hvað ertu að segja? Þetta hefði aldrei gerst ef þjónarnir mínir væri hérna. Nei. Og svo er ég líka búin að týna mömmu minn og pappa. Svona. Nei, ekki gráta. Heldur þessi ekki bara í konungsríkinu þínu, ha? Jú, auðvitað. Já. Kann ekki til verið. Já. Ég leita bara það. Veistu hvar það er? Nei, ég veit það ekki. Nei. Svona. Svona ekki að gráta, prinsessa góð. Ég skal hjálpa þér að finna foreldra þína. Í alvöru? Já, til þess er ég. Ég er nú einu sinni ævintýra húsverðurinn. Veistu hvað? Ég bið bara spegilvin mínum að hjálpa mér. Spegil. Spegill. Hvað er... Strákar, vitið þið nokkuð svona ævintýri með prinsessum í og... Klukka, gerðu það vakna. Klukka. Þetta er allt í lagi. Ég bjarga mér bara sjálf. Gerðu það vakna. Þú ert eina sem getur... Nei. Rósalind. Ég sé það betri. Mér fannst hún gullfalleg. Nei, halló, góðan daginn. Hvað, voru bara allir með svefnsýki hér? Akkur svöruðu mér ekki á hann þegar ég reyndi að tala við ykkur? Sko, sjáðu, það eru ákveðin lögmál sem við ævintýrapersónur verðum að lúta. Eitt af þeim lögmálum er að við megum alls ekki eiga samskipti við persónur úr öðrum ævintýrum. En hvað vitið þið nema þið komið bara úr sama ævintýri og hún? Það borgar sig ekkert að vera að taka þá á þetta. Ekki að ég var næstu í farin að tala við hana hérna áðan. Farski, kannast eitthvað við hana? Æ, mér finnst það allar eins þessar prinsessur. Allar prinsessur eins? Að heyra í þér? Já. Viltu ekki bara segja að allir skór séu eins ha? Að við séum ekkert sérstakir? Já, eitt er víst. Að þessi prinsessa var sko ekki eins og aðra prinsessur. Hún var einstök. Bara þessi skotin. Það komast að þið úr hvaða ævintýri hún er. Já, sniðugt. Viltu kíkt í bókina þarna? Björgvin! Björgvin! Já. Björgvin! Já. Varstu nokkuð búin að gleyma? Þú ætlaðir að hjálpa mér að finna fuglinn minn. Já, má nokkuð aðeins bíða. Nei, það má það ekki. Koma svo, tiktak, annars verð ég vettlaus. Alltaf hálf vitlaus. Hvað segirðu? Ekki neitt. Já, náðu nú í hljóðkrukku og sjáum hvort þú finnir ekki rétta fuglinn. Þá manni kannski hvaðan ég kem. Hei, hlustaðu. Þetta er fuglaljóð. Já. Kannastu við þetta? Klukka, Spegill. Hingraðu augnablik. Jú, hér kemur fuglinn sem á hljóðið. Þekkirðu þennan? Heldur betur. Spóinn sjálfur maður. Já. Spóinn er farfugl, fremur svona ófélagslyndur. Hann kemur hingað frá Vestur-Afríku í byrjun maí til að verpa eggjum, en er farinn aftur í lok september. Svona, eins og Maríuerlan sem við sáum í síðasta þætti. Já. En spóann má sjá svona allt land. Já, Björgvin. Já. Ég held að þetta sé ekki réttu fugl. Getum við kíkt á fleiri? Já, ekkert mál. Þegar ég er búinn að komast að því hvar þessi yndislega, dásamlega,
fallega, frábæra. Björgvin! Já, ósköp hefðbundna prinsessa býr, svo að ég geti hjálpað henni Já, að komast Björgvin! í ævintýri sitt sem vinur. Já, Björgvin, Já, ég er orðinn. Ha, það er rétt hjá þér. Þú ert ekki vitlaus lengur. Nei. Heyrðu, það er þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Við endum að sjálfsögðu á snillíki dagsins. Það er hann Ísak Einarsson, 7 ára, frá Hofsnesi, sem ætlar að lesa fyrir okkur sína eigin sögu sem heitir Hetjur borgarinnar, góma prófessorinn. En við sjáumst aftur hress og kátt í næsta þætti. Verið þið sæl. Búið. Ó, hvaðan kemur Rósalind fagra? Björgvin og kærustu, Björgvin og kærustu. Hvað sagðirðu? Ég sagði Björgvin er með þeim færustu, Björgvin er með þeim færustu. Hetjur borgarinnar reyna að sigra ægilegan prófessor sem bjó til vélmennaher til að hjálpa sér. En á endanum sigra hetjurnar hann. Stutt en skemmtileg bók. Hetja borgarinnar glímir við ægilegan prófessor. Ha 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 ha. Þetta er ósanngjarnt. Engar áhyggjur, við stöndum með þér. Ha? Strákar. Já, brúður. Þetta er ósanngjarnt. Rífið loftnetin að þeim. Fljótir. Og svo. Ó nei! Þú átt von á langri fangelsisvist, prófessor. Nei! Skömmu sér. Endir. Ég trúi þess ekki. Það eru engar bækur hérna prinsessu. Ég er búinn að fara í gegnum alla þessar. Hvernig, það er ekki fleiri ævintýrabækur hérna? jú, Fransína sagði að það væru fleiri bækur í bókaherberginu fram á ævintýragangi. Já! Heyrðu, nú er það bara töfraleikinu til að komast þangað. Ah! Nei! Nei! Ég verði óratíma að fara í gegnum þessar allar.